Þessi annar öruggur sigur á móti bara flottu lið, norska liðið gerði flott og þetta sænska liðið ekkert drengir aukvisjar. Nei, við sáum það spila við Eistana í gær og þeir eru vildir og svona með fullri virðingu fyrir Noregi, kannski töluvert betri leikmenn innan þeirra herbúða heldur en hjá norska liðinu. Bara undirbúningurinn góður og við vissum að þyrftum að vera agaðir í sóknaraðgerðunum á móti en þeir eru vildir sóknarlega og varnarlega. Ótrúlega gott respons bara frá liðinu. Við byrjuðum svona full hægt. Svona vorum komin í smá hólu þarna í byrjun en vorum svo komin í 25-13 mjög fljótlega. Þannig ég er bara gríðarlega ánægður með effortið á strákunum og hvernig þeir sneru sig við og fengum fullt af stigum á bekknum í dag eins og í gær og veist, bara áfram svona. Rosalega orka í þessum hóp. Sér bara hvernig þeir eru við hvern annan, svona, þú veist, bara í uppbytun og fagnakörum hvers annars og allt þetta. Letum aðeins í gegnum það hvernig svona hugafar er ræktað. Sko, þetta er svolítið skemmtilegt með þennan aldurshóp. Þeir hafa nefnilega verið saman sem landslið frá því þeir voru að klára 7. bekk, að byrja í 8. bekk, þar sem að þeir fóru í verkefni í Evrópukeppni. Þeir þekkjast alveg rosalega vel og bara náða að mynda alveg rosalega samheldni og það er mjög auðvelt að vinna með hann hóp og eins og við erum að sjá hérna í dag, það er allir sem geta chippað inn, það er allir sem geta leyst það. Við missum Kitta út núna á tournamentið, ótrúlega sorglegt, Kitti er búinn að vera frábær og þetta er allavega, ég er búinn að vera í þessu landsliðsverkefni núna síðastliðin 5 ár og þetta er ábyggilega mesti svona hópurinn þar sem við getum sagt að það komi skiptir ekki máli hvernig þetta er út, það er alltaf einhver sem getur tekið upp hanskan fyrir næsta mann og þeir eins og ég segi styðja hvern annan, við letum boltan flæða, menn er að finna bara opnu skotin og við þurfum að halda þessu áfram út mótið. Þetta er við erum búin með 2 eftir og við ætlum að vinna þetta. Kærar þakkir, Santiago, gangi vel.